Góðan daginn. Velkomin í 4. þáttinn af vídeoblogginu hjá mér. Ég heiti Helga og er handavinnóð og þessa dagana er það aðalega prjónarnir sem fá að finna fyrir því. Mér langar að byrja að þakka fyrir viðbrögðin sem ég fengi við þessu. Maður er bara eiginlega hálf feiminn. Já, fullt af nýjum áskrifendum og það er ein leiðin til þess að vita á því þegar ég set eitthvað nýtt í loftið að þá er hægt að gerast semst áskrifandi. Það er rauður hnappi fyrir neðan vídeóið sem að stendur á að gerast áskrifandi og þá fær ég tilkynningu þegar ég set eitthvað hérna inn og ég sé að það sérstaklega 3. þáttur fengi alveg hauga áhorfi og það er bara pínu skrítið og ég svolítið fyndið að fólk skuli hafa áhuga á hvað ég er að bauka og hérna ég er búin að fá fullt af fallegum skilaboðum og eins og ég segi ákveðum viðbröðum og hérna og þetta er náttúrulega bara það sem ég er að babla hérna á sýningur er bara það sem ég er að gera á mín skoðun og mín reynsla og ég er alls engin sérfræðingur. Ég er bara mikill áhugamaður handavinnu og hérna og mér finnst bara gaman ef einhver hefur gagn af þessu og hérna fær innblástur eins og ég fæ af öðrum svona podcastum eða vídeobloggum að það kveikir oft í manni og maður fær nýjar hugmyndir og sér hvað hægt er að gera. Maður er oft fastur inn í bóksinu sínu en með því að horfa á aðra og hérna þá opnast nýjar heimar eins og hefur gert hjá mér síðustu 2 ár og ég ætla bara að setja hérna fyrir neðan hvar ég geti fundið mig á netinu og hérna og ég virkust á Instagram set svo eins og ég man og geta upplýsingum inn á síðuna mína á Ravelli í sambandi við prjónaskapinn og það er hægt að kíkja á allt þar. Ég geri ekki neitt svona neina tengla við þær uppskrift sem ég er að segja frá þess að ég set bara nöfnin á uppskriftunum eins og við á þegar ég tala það. Ég set það bara hérna beint á skjáin af því ég er að reyna að hafa þetta eins einfalt og hægt er. Þetta er tímafrekt en mér finnst þetta það gaman að ég ætla að halda áfram að gera þetta en ég ætla að hafa þetta svona einfalt eins og það hefur verið hingað til. Í síðasta þætti þá lagði ég áherslu á peysurnar mínar og þegar ég er búin að fara yfir föstu liðina þá ætla ég að fara aðeins yfir sokkana mína og svona, já, kíkja þá og ég ætla að fara yfir kláru verk og verkivinnslu og hvað er á dagskráni að fara á prjónana, líklega bara í dag eða að því nú þessi vika verður róleg hjá mér og þá er alltaf gaman að fitja upp á nýju og sýna ykkur hvað datt í innkaupapokann, það er ekkert gatn en annað, aðri hlutir og hérna, já, bara eins og ég segi, þetta hefðbundna og þá bara vindum okkur í það og það eina sem ég kláraði í þessari viku var heimferðasett sem ég var óvænt beðin að gera og af því að þetta er sama heimferðasett og ég sýndi ykkur daginn, eða sama uppskrift og ég hef sagt að mér finnst ekkert rosalega gaman að prjóna aftur og aftur sömu uppskriftina að þá rumpaði ég þessu bara af og breytti peysunni pínupons bara svona til þess að missa ekki dampinn. En ég á sérst vona á lítilli frænku eða litlum frænda og einu skilyrðin sem ég setti við það að gera þetta var það að barnið er bara skýrt í höfuð á mér. Mér finnst það ekkert mikla kröfur. En ég held að það er ekki og mér líka alveg saman. Bara yndislegt. En sem sagt ég hérna gerði sömu peysu og ég var að prjóna daginn nema ég gerði ekki gatamunstri hérna efst á erminni en ég lét það vera hérna niðri og þetta er meira nóg ekstra fæn svona sólgulur og fallegu litur. Hinn peysan var karrígul sem ég gerði
og þetta á prjóna 3,5 og 4 millimetra. Það er vissar að taka það fram af því að í ensku erlendu podcastunum þá er talað enskar og evróskar prjónastærðir. Við erum í þessum evrósku sem betur fyrir millimetrunum. Og svo er svona lítil húfa og hún er alveg eftir uppskriftinni og með dúsk, og það sem ég ger er að ég set bara tölu inn í og dreg svo teyjuna í gegn sem er á dúsknum og setja hana utan yfir töluna. Þá er svo lítið mál að taka hana af ef að mann langar að skipta lit eða þarf að þvo húfuna. Og svo bulla ég bara litlar hósur úr afgangnum og vettlinga og setti svona pínu munstur á það. Og svo brókina sjálfsögðu. Ég þarf reyndar að taka aðeins í, ég hef eitthvað verið utan með mig þegar ég var að ljúka við oddinn. Þannig að ég þarf aðeins að taka í mig bandið til þess að loka þessu betur. Þessi 2 göt eiga ekki að vera undir. Þannig að þegar ég verið búin að græja það í dag að þá fer þetta til móður eigandans, tilbúin eigandans og þá má bara þessi litli einstaklingur fara að drífa sig í heiminn. Hann getur farið heim í nýjum fötum. Og þetta er það sem að ég byrjaði og kláraði í vikunni og greip náttúrulega á til í öll hinn verkin sem ég með í vinslu, eða nánast öll. Og ég meira þess að tók mig til að var eitt verkefni sem ég var með á prjónunum og ég var ekki búin að sýna ykkur sem að var að trufla mig og ég ákvað bara að rekja það upp og núna er ég bara að vinna í verkefnum sem að ég er bara mjög spennt fyrir. Og núna er það verk í vinslu og fyrst er það peysan og peysubókinni, BMT peysan sem ég sýndi ykkur daginn. Og þar er talað að byrja á erminni og ég er þá byrjuð á erminni. Ég er að gera báðar ermannar í einu. Ég með þess að byrja með þar á sama prjóni eins og ég geri yfirleitt. En svo það koma munstrið og ég uppgötaði að ef ég væri með báðar ermannar á sama prjóninum þá var ég með 8 þræði í gangi á einum tímapunkti og það var bara too much. Þannig að og það var ekkert fallegt heldur. Það var eiginlega frekar fast hjá mér neðan en ég veit að það jafna sig þegar það fer búið að bleita þetta. En það var ennþá verra þegar ég var sérst með báða á saman prjónunum. Þannig ég rakti bara upp niður á strófinu og byrjaði upp á nýtt og prjóna á svona hvernig eftir öðrum. Og fyrirkomulagi hjá mér er það að ég prjóna sérst frá útaukningu og upp að næstu útaukningu og fer þá í hina ermina og þannig að þá er ég alltaf á sama stað að auka út og það verður ekkert misræmi sem að ég er pínu viðkvæm fyrir. Og það er alveg bara fínt að hafa þetta á sikur prjónunum. Þetta var alveg rosalegt að flækjan sem hann var. Og ég, eins og ég sýndi ykkur síðustu ykkur, er ég að nota Austumann Stepp sem að er sokkagat, en þetta er alveg frábært gatn í sjöl og flíkur. Þetta er fyrsta skipt sem ég er að nota í flík og það er bara svo æðislegt að prjóna úr svo gatni. Það er alveg að vera sett í það, hann er rosalega mjúkt og bara opaslega fallegt og sterkt og gott gatn. Þannig að ég bara er alveg mjög veika að halda áfram með það. Nú og svo er það næsta peysa og það er long line cardigan eftir Joji Locatelli og það er komið pínu svona, hér er ég að undirbúa ermina, opið fyrir ermina og þetta er ekkert ósvipað uppsett og peysan sem ég er í. Nema þessi peysa þá var alveg var byrjað með provisional cast-on, hekla uppfit sem hægt er að rekja upp og prjónast þá í hina áttina og það var þannig á þessu og maður gerði bara alla framhliðina í einu en hérna er það
gerir maður fyrst hérna það sama, maður prjónar hérna niður að öxlinni og byrjar þá að gera bakið, tekur upp lykkjur til þess að gera það og heldur áfram að gera framhliðina. Þannig að svolítið er þetta sýnda, þetta er svona allt í vöðli á prjóninum. En hérna, þetta er bara mjög gaman og ég er með Cotton Merino frá Drops úr hérna Gallerist Notru og það er alveg rosalega skemmtilegt gatn og þetta verður ekkert of heitt. Þessi peysa hérna sem ég er í núna, þetta er tvít peysan mín og það er alveg sko, þó að sé svalt úti og ekkert eitthvað of hlýtt inni, þá er þetta alveg á mörkunum að vera of heitt sko, en ég læt mig hafa, hún er voða þægilegt í henni. Þægilegt að vera í henni. Nú, svo byrjaði ég á þriðju peysunni og það er augnablik. Það er hérna Worsted Boxy, líka eftir Hóhi Locatelli og ég er að gera það úr hérna Malabrigo Worsted Rios. Já, Malabrigo Rios held ég að heiti garnin og glemdi ég að taka með miðana. Og þetta er svona handlita garn og ég er bara rétt byrja og hún prjánast neðan frá upp og ég er bara rétt byrjuð. Og það sem maður þarf að gera með hérna svona handlita garna til þess að vera ekki skörp skil, að þá er ég að prjóna í eina umferð einni dokkunni og svo næstu umferð annari til þess að vera ekki svona skil og ég gerði allt stroffið að neðan og nokkrar umferðir bara alveg úr einni dokkunni og nýbyrju á þessari. Þannig að þegar þessi dokk er búin þá er ennþá svolítið eftir að þessari og þá tek ég bara næstu ónotuðu og og held áfram það sem var horfið og þetta er, ég glemt að segja, þessi er prjónuð á prjóna sem eru 5,5 mm minni mig. Karrigulla er á 3,5 og hérna peysan og peysubókin er á 3 mm. Þannig að gott að hafa svona nokkrar prjóna stærðir í gangi í einu. Nú, svo vildi Hafdís vinkona að ég sýndi hérna Bits and Bobs teppið mitt. Ég er svo sem ekkert búin að gera eitthvað rosa mikið síðan síðast en það tutlast ein röð og ég ákvað bara í gærkvöldi að setja hérna svona merki hvar ég byrjaði í gærkvöldi og ég ætla að færa það svo núna og þannig að þá sé ég betur næst því ég teku upp hvort ég er búin að vera að gera eitthvað að veit og hvort ég er að sýna það í hver sinni. Þetta er bara orðið svona, já þetta smá kemur og og bara voða nota og ég fann það þegar þetta var komið í kjöltun á mér að gera og voða nota alltaf að vera með svona hlýtt í fanginu til þess að prjóna, það var svalt í gær. Síðan gróf ég upp sokka sem ég byrjaði á í sumarinn einhvern veginn, það var bara búin að gleyma og þetta eru sko, þetta er grófara sokkagarn en ég hef vunni að nota, þetta er fínt í veiðiskóna. Þetta er Austimann Step 6 og er gert á prjónastær 3-4 mm á meðan eins og á sokkabandi venjulega hefðbundna frá Austimann. Eins og ég með peysunni þá prjónaði ég sokka á prjónanum 2,25. Þannig að það er pínu munur og þannig að í staðan fyrir að vera með 64 lykkjur eins og ég með að fína þá er ég bara með 48 af þessu. Þannig að þeir eru þéttir og hlýir og ég bara var að gera hælana í gærkvöldi. Já, þetta er 3 mm prjónn og báður í einu og svo ætla ég bara að reyna að nýta garnið og prjóna bara eins langt upp og það leifir og þá eiki bara út yfir hérna yfir kálfana, ekki bara út lykkjur þegar sokkurum fer að ná þar til þess að fá víddina af því að það er ekkert óþægilegra en að
þannig að bandið skerist inn í kálfan á manni og ég hugsa fljótlega þegar ég var búin að gera nokkra umfyrir viðbót að þá fer ég að gera tvær og tvær sléttar, bara byrja á stroffinu snemma og láta það bara ganga upp að því það náttúrulega gefur teygju og eða svona ég áttur að pæla í þetta kemur bara sjálf sér, þetta svona eitt af því sem ekkert engin sérstök forskrift. En þetta sést hæja sjarp, 3 mm, 80 cm snúra og þetta eru uppáhalds sokkaprjóna nálaði mínar bara yfir höfuð. Þetta og Chiago Red Lace. Ég var að gera peysu síðast sem ég var að pröfuprjóna fyrir Hlínu og stoppaði fljótlega eftir að ég var búið með stroffið á hálsmálinu af því að það voru vitlausar tölur í uppskriftinni og svo voru bara veikindi hjá hönnuðinum og hún núna að fara að gíra svo upp í að endurreikna og senda mér. Ég held ekkert áfram með svona nema í samráði við hönnuðina því það ekki mitt að finna út hvernig það á að vera af því að ef maður fer eitthvað að fikta í tölunum sjálfur þá þarf maður að breyta allir í uppskriftinni sjálfur og það alveg ruglvinna ef allir pröfuprjónarnir fara að gera það og svo þeir ekkert endilega alltaf að sendinni það sem þeir gera, þannig að uppskriftin verður ekki rétt þegar upp staðið, þannig að ég held ekkert áfram fyrir en ég verð komið með rétta tölur, svo að uppskriftin verði rétt þegar hún gefin út. En ég mjög spennt að halda áfram með hana, en hrafntinna mín sem á að fá hana, henni liggur ekkert á að fá hana, því að hún á ekkert að fá hana fyrir henni ég afhendi mömmunar heimferðarsetti fyrir þau, sem sagt. Nú, hvað var ég að gera meira? Já, þetta það sem ég er búin að vera að dunda mér samhliða að þessu heimfarsetti. Það sem ég ætla að fara að gera á næstunni, eða fitja upp á í vikunni, ég er búin að vinda gatnið upp í Sunset Highway peysunum mína, peysu númer 2 sem að það verður alltaf öðruvísi því að ég er náttúrulega með garnþykktina sem er uppgefin í uppskriftina núna í þessari umferð, þannig að það verður spennandi að sjá hvernig það prjónast og hvernig það verða hlið við hlið. Svo ætla ég að fitja upp á vettlingum, húfu og sokkum af því að það er bara svo rosalega þægt að vera með litla hluta á prjónunum líka þegar maður er að fara út úr húsi og þarf að hafa eitthvað sem auðvelt að gera innan maður og ekki fyrirferða mikið. Ég nenni því ekki. Lítið fyrir það. Nú, það sem að ég keypti, af því ég er að reyna að hemja mig núna í garnkaupunum, reyna að nota svolítið þetta sem ég er búin að fjárfesta í og nota. Ég er búin að plana svo mörg verkefni með mikið af þessu garni sem ég á til, þannig að ég ætla að reyna að vera stillt og nota það og kaupa það bara það sem vantar upp á. En ég er að fara að prjóna húfur og ég á reyndar alveg hauga dúskum en maður getur alltaf þessu blómum bætt. Þannig að ég fékk mér dúska. Hérna er eitt svona brúnn með svörtu á endanum og þetta með smellu. Þá setur maður bara smelluna ofan á húfuna og síðan er þess bara smellt saman. Fólk hafa verið kvart undan því að dúskurinn hrökkvi af. Ég nota aldrei gatnið sjálft sem ég er að prjóna húfuna með í þess að festu töluna heldur en ég bara finna tvinna í svipuðum lit eða útsaumsþráð. Af því að ef það er mjög þykkt á milli smellnanna að þá náttúrulega gefur það auðvitað að það situr illa saman. Já, ég fekk mér svo annan svona ljósbrúnan með svörtum enda í og svona gráan með hvítu í. Nú svo af því það er að koma jól og maður gott fyrir mann að gera eitthvað annað en að vera alltaf að prjóna. Þá fékk ég mér hérna 2 dúka
sem eru svona, já, og af því ég að safna jólatrjám, það er mitt, Georg Jensen og jólatrið, það er mitt svona jóla söfnunar árátta, að þá fékk ég mig bæði svona langan og mjóan dúk eins og hérna ofan og svo alveg ferhindan dúk. Þannig að þetta verður svona dundið þegar að birtan er nægilega góð. Já, og ég ætla að fara að skoða þetta hvað á hverju. Þetta getur verið svolítið gaman. Næsta þætti þá ætla ég líka að fá lánaða Kamilukápuna hennar Hrafntinu og sýna ykkur hana og svo myndi ég eftir að ég var að horfa á podcastið Tjarmofit og það er svona prjónakona sem að fer alveg rosalega inn í öll smáatriði á prjónaskapnum sínum og hannar peysurnar sínar sjálf og gerir bara alveg ofboðslega fallegar flíkur og hluti í höndunum og bara, já, ótrúlega gaman að fylgjast með henni og þar, hún er að byrja að prjóna á sig kjól. Þá myndi ég eftir að ég að prjóna mér kjól og hann er bara inn í fattskáp hjá mér, þannig að ég ætla að sýna ykkur það og Kamilu í næsta þætti, að því ég er að fara að passa Hrafntinu og hundana hennar á næstu helgi og verðum bara hjá þeim, þá heima hjá þeim, þá ætla ég að reyna mun eftir að grípa kápuna með og sýna ykkur hana. Það var strempið að gera hana. Ég byrjaði á henni seint og langaði að vera búin með fyrir jól og það hafðist og ég svona næstu í prjónaði yfir mig. Þannig að ég með minnir ég gerði bara eitthvað ógeðslega einfalt fyrst og eftir, bara svona með ég var að hreinsa hugan af öllu þessu dúlleri í kápunni. Það var ótrúlega gaman að gera hana. En ég á eftir að gera aftur á hana kápu en ekki fyrir þessu jól. Af því að ég gerði hana það stóra að hún getur alveg notað hana núna þessi jól allavega. Nú, svo ætla ég að sýna ykkur svona lauslega sokkana mína. En í mars í fyrra gerði ég fyrsta sokkin minn, svona úr svona fínu garni. Ég hef náttúrulega gert lopasokka í gegnum tíðina, alltaf þótt að leiðilegt af því að þá vissi ég ekki þetta að prjóna báði í einu og að það gæti verið alveg eins og það truflaði mig alltaf að vera með ekki alveg nákvæmlega jafnmargar umferðir á sokknum og allt þetta. Þannig að þegar ég fer í þennan prjónahóp sem að vinkonur Indriða sem að ég er í dag, að þá var það sá hópur eiginlega er byggður á grunni af konum sem að fóru á námskeið hjá Hafdísi og Þóreyju sem eru í hópnum og þær voru að kenna konum að gera 2 í einu og þar sem að ég er finnst ekkert auðvelt að láta leiðbeina mig beinlínis, ég þarf að gera svo mikið á bara eigin hraða á mínum forsendum og allt það. Þá fór ég bara á YouTube og var reyndar búin að læra að nota Magic Loop en var ekki búin að pæla í þessu með sokkana og gera 21 á Magic Loop. Þannig að ég skellti mér í það og í fyrra gerði ég 25 pör á sokkum, flestir á mig og það sem af er á þessu ári er ég búin að gera 31 sokk, flest á mig. Og ég nota þá ekki mikið í sumatíma nema þegar við erum í útilegum og í veiðiferðum og svoleiðis en á veturnar eru þetta núna bara fyrir ári síðan byrjaði ég að nota þá dagsdaglega og þetta er bara allt annað. Maður verður aldrei sjóðheitur í þeim, maður líður bara vel, maður svitnar ekki og þeir fara bara betur með húðina á löppunum á mér finnst mér. Nú, þetta er svona, ég tók líka þátt í og er að gera það líka núna á þessu ári. Það er hjá henni Kristín Kristín í Jarngasm podcast og það er Box of Socks samprjón. Það sem að þú prjónar 12 pör á sokkum á sjálfa þig
setur þau í box og og sem sagt, ert á því yfir árið og sendir svo einn mynd af því og þau eru búin að fylla boxið þitt eða gera þessi lámas 12 pör og fer svo bara að nota sokkana þína og ég reyndar byrjaði að nota sokkana hann í september í fyrra því að mér var kalt og það var alltaf, ég var búin að gera svo 12 og rúmlega það og maður ræður alveg hvort maður fyrir að nota á strax ekki en þetta er svolítið sjarmerandi tilhugsun að eiga bara allt í hennu fullt af fallegum og nýjum sokkum og það mun ég eiga núna áramótina því ég er ekkert farin að nota þess sem ég prjónaði þessu ári, ég er bara að nota þess sem ég prjónaði í fyrra og þetta er sem sagt boxið sem ég prjónaði í fyrra og þetta er nú hvað 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, já 20 pör þannig að já, einhverja aðrir fengu 5, sannlega maður minn 3, bróður minn 1 og dætur mínar nei, já, dætur mínar fengu eitthvað en ég hef gert 26 pör sérst það er yngri dætunar en til að sýna ykkur bara svona lauslega þetta er fyrsta parið sem ég prjónaði með tölvuna hérna við hliðina til þess að muna hvað ég ætla að segja eins frá þessu er inn á Ravelry og þetta er sem sagt Regia sokkagarnið eftir Arne og Carlos og þetta gráa í hælinum og tánum er líka Regia og ég gerði svona hefðbundin hæl sem að mér finnst leiðilegt að gera en þeir eru bara svona gerðir á og til og þarna kunni ég ekki gera neitt annað og þetta er bara, ég er búin að nota þessu mikið, þeir eru farnir að þæfast aðeins hérna en þú veist, þetta mun alveg endast í nokkur ár sko. Svo næsta par sem ég gerði, þetta var sérst bara svona vanilla sokkar með engu munstrinu, með bara sjálf munstrinu úr sokkunum, úr gatninu. Síðan hafði ég tekið þátt í svona pakkaskiptum þar sem að ég var melduð saman við konu í Bandaríkjunum og ég átti að senda henni íslensk garn og svona smá sælgæti og dittum og dattinn og hún sendi mér tilbaka og það er í fyrsta skipti sem að ég eignaðist og prjóna úr handlituðu garni og það er garn frá Miss Babs heitir hún og er orðið mjög stórt nafn í hérna prjóna heiminum í dag og þetta er svona lýsandi fyrir handlituðu garn. Þetta er úr sömu dokkunni, þetta er sérst annars sokkurinn og þetta er úr, að því ég skipti dokkunum tvennt, að því ég var að gera 2 í einu, að þá er kom þetta úr innri hlutanum semst af hespunni og þetta úr ytri. Þannig að sést að það sem er að utan það er náttúrulega fær meira af litnum í sig strax og þetta dregur upp minna í sig. En mér finnst, þú veist, þetta truflar mikið neitt, mér finnst þetta bara æðislegt. Og úr afgangunum, að ég vildi nota allt, sko, þá gerði ég annað par og þá notaði ég bara hérna steppi hvitt eða svona áfætt steppi í hælinn og hérna stroffið og þarna er ég komin í Facelips Kiss hælinn, er að byrja að nota hann þarna og nota hann meira og minna í allt sem ég gert og ég fekk líka frá þessari sömu konu mjög sérstakt gatt sem að hentar þeim sem að bara þola ekki ull en þetta er svolítið gerfilegt en það er ótrúlega þægilt að vera í þeim. Og þarna notaði ég í fyrsta skipti smá munstur og þetta er Hermione's Everyday Sock, sérst Hermione úr Harry Potter, frí uppskrift á hérna Ravelry og alveg ótrúlega vinsæl. Og svo pantaði ég mér gatt frá, hvað heitir hún nú? Sjá, hún er í podcasti sem heitir Day Another Day og þær eru vinkonur
sem eru saman með það podcast og báðar litarar, já, Yarn Enabler. Og hún á Etsy með, núna er hún komið með sína eigin vefsíðu sem ég man nú ekki hvað, veit ekki að það er örugglega yarnenabler.com og hún gerir svona röndótt og vinkonana líka, vinkonana gerir reyndar bara alferð röndótt en hún er með eina sokktípu í svona röndótt og þetta voru bara svona plain sumasokkar og hún gerir líka fullt af öðrum skemmtilegum litunum, hún gerir til dæmis sokkagatt þannig að þú prjónar eftir uppskrift sem fylgir með og það lítur út eiginlega eins og blýantur þegar þú ert búið með það. Það er alveg ferlega töff. Og bara hugmyndaríkið í fólki hérna úti í þessum litarheimi hér og erlendis. Nú svo ger ég hérna úr sokkateppi eða sokkblank og þetta er hérna Andrei Sunits. Sjáið, það sést nú eiginlega ekki fyrir hesputrénu þarna en þarna glittir í hauskúpu í ramma og svo Rhinebeck trénu og þetta er sem sagt teppið og ég passaði mig á að eiga sitt hvora myndina. Þetta voru svona, minni með 5 rammar af myndinni í teppinu af hvoru og þannig ég notaði bara 4 og gat nýtt þá í sem sagt til þess að eiga þetta til minni að þetta er bara óbáslega flott og svona lítur sérst sokkurinn út úr sem sagt Rhinebeck teppinu eða Rhinebeck trénu sem hún gerði út af Rhinebeck í fyrra og ég var svo heppin að ná á svo sendi ég henni bara engaskilaboð og spurði hvort að hún gæti gert fyrir mig hérna svona Sugar Skull teppi sem að var sko því hún var alltaf með update í búðinni sinni þegar ég var steinsofandi þannig að ég sendi henni bara skilaboð og hún gerði það með glöðgeði fyrir mig og þetta er sem sagt hitt teppi og ég notaði í tána og hælinn notaði ég sem sagt Rhinebeck litin og svo öfugt í Rhinebeck sokkunum og það var fellega gaman að sjá hvernig það prjónast upp hvað það breytist og svo, já, þetta er bara þessi sokkar eiga nú reyndar ekki heima hér, ég gerði það í sumar séð í þessum í tjaldvagnunum en þeir eru komin nótkunn þessum þeir hér auðvitað svo hef ég gert bæði úr Fabel og Stepp garninu fullt af sokkum og finnst bæði bara mjög góð steppið er í við svona það blómstrar meira þegar það er þvegið þannig að þeir eru svona svolítið meira juicy og ég svona sko finnst þú að gaman að gera bæði bara svona plain með engu munstri þess að garnið fer að njóta sín og líka með smá munstri og Mína Philip, The Knitting Expert sem ég held svo mikið upp á, hún gerir þetta líka svolítið snilldarlega. Hún er bara með að framan, semst munstrið og aftan á fætinu með slétt, bæði svo þessi tilbreyting fyrir prjónarinn að vera ekki alltaf í munstrinu og líka til þess að sýna hvernig garnið er án munsturs. Þannig að það er svolítið snjallt og ég nýti með þetta óspart þó að það sé ekki endilega gefið upp í uppskriftunum. Nú, svo ætla ég að sýna ykkur það sem ég er búin að gera þessu ári og það er eins og ég er í bara 2 ég sýna ykkur bara hérna er þess að 3 pör sem að komast ekki fyrir hérna er 1 karavan og svo hinn ég ætla að fara yfir þetta svona á hínu svona sýna ykkur eitt og annað. Þetta er sokkar úr garni sem ég vann í samprjóni hjá Mínu Philip, The Knitting Expert og ég notaði þá til þess að pröfuprjóna fyrir hérna nú er það dott út með hvað hún heitir kona sem er með The Arctic Knitting podcast, norsk stelpa, mjög hress og ég pröfuprjónaði það og þar er uppgefin þessi hefðbundni hæll og ég gerði það náttúrulega þegar ég var að fara eftir uppskriftinni og þeir voru mjög fljótgerði þessir. Það munar svo ef að munstrið er skemmtilegt þá bara ríkur þetta af prjónunum hjá manni og undantekningarlaust er ég að nota fyrst þegar ég var að byrja þá notaði ég alltaf prjóna svona 2,5 mm en í dag nota ég
eingöngu 2,25 í þetta fínna gatn en fer svo alveg upp í 3 á grófara. En á þessum fínu er þess að hérna er ég að nota 2,25. Þessa Clark-sokkana sýndi ég ykkur í síðustu viku, ég ætla ekki að fara yfir þá aftur. Svo er hérna The Mercury Socks, þetta er líka mjög skemmtileg skrift og hún er frí á Ravelry, minni mig. Þetta er handlitagatn eftir mig. Bara svona ljósgrunnur og svo bara svona doppur, svona skvettur af lit hér og þar. Og Knitpicks sokkarnir, hérna var ég að nýta alveg 50 grömmin og gerði sérst fótinn langan og gerði eftir á ísettan hæl sem að mér finnst miklu fallegra á svona hérna röndóttum sokkum heldur en að gera hérna svona stittar umferðarhæli eða fislipskissíla því að er ekki með eitthvað hérna sem ég geti sýnt. Jú, þessa hérna, þetta er líka Knitpicks sem ég gerði fyrra. Að sjáu að það er svona, þú veist, það verður ekki eins fallegt flæðið. Hérna er bara eins og þetta hafi átt að vera svona. Og það átt að vera svona. Þá fer ég bara inn í, það er svo sem skiptir ekki máli hvar maður fer inn í það, maður fer bara það sem að hællinn þarf að vera. Og þá er þetta bara sett eftir á eins og á þumli á vettling og ég var svona pínu rög við að prófa það en svo var það bara ekkert mál. Og kosturinn við að gera frá táa upp er að maður getur nýtt gatnið mikið betur heldur en ef maður fer niður, ofan frá niður af því að hérna, maður er alltaf stressaður að vera ekki með nóg gatn. Nú, ég hef gert nokkur önnur pör af hérna Arne & Carlos, eins og þessa, hún var fallega. Og það er svo ríflegt af tánni og hælnum af þessum græna. Að það var alveg bara hellingur eftir, þannig að ég, það er gert ráð fyrir og sérst að gera þennan hefðbundna Halldóru franska hæl í þetta en að því ég er að gera þessa styttu umfrið hæla, það fer minna gatn í þá. Þannig að hérna, og þetta eru bara svona eins og ég segi, þetta eru gatni frá Regia og Stepp og Fabel, allt þetta sem er svona styrt, þetta eru bara svona vinnuhesta sokkar, þeir endast mjög mikið. Og hérna er annar par úr svona frá Regia sem er frekar fyndi að skoða. Það sést reyndar ekkert mikið eftir ég þvoði á, en ég var prjóna á mikið núna fljótlega eftir febrúar. Tengdasonur minn fekk mjög slæmt brjósklos og lá í nokkra daga á sjúkrahúsi og ég var mikið heima hjá þeim að passa dótturinn þeirra. Og jú, ég sé þetta alveg, það er hérna, sko prjónafestan er bara misjöf frá degi til dags út af bara, maður náttúrulega áhyggjufullur strákinn og enda í aðgerð, þannig að allt fór nú vel og það er svolítið fyndið að sjá hvað streita getur haft áhrif á prjónafestuna hjá manni. Svo hef ég verið svolítið duglega að hérna, prjóna á gatni sem ég lita sjálf. Hérna var ég prófa að gera svona röndótt gatn og var bara með mjög, þannig að það er eiginlega bara rétt ein umferð af hverri rönd. Þannig að það eru svolítið skemmtilegir þessir. Og hérna er myndugræna er gat sem ég litaði og þetta neon bleika er frá henni Ingu Rós Unnarsdóttur sem er litari hjá Jan from the Shire. Svakalega fallegt og mjúkt og gott gat sem hún er með í að lita úr. Svo er hérna aðrir, hvað heitir hann aftur þessir? Sagði ekki heimir heitir Mercury. En þetta er sem þetta eru sokkar úr
garni sem ég litaði bara sjálf. Mér langaði bara í svona gula sumarlega sokka núna í janúar. Ég byrjaði aðeins 3. janúar. Speckled Space Socks heita þessir og þetta munstur er alveg ótrúlega skemmtilegt og þetta er svona, það eru nokkur munstur sem ég veit að ég mun gera aftur í sokkaprjóninu. Sléttað aftan en munsturað framan. Einfalt og auðvelt að læra utan af. Og þetta eru sokkar sem ég prjónaði fyrir The Knitting Expert, Mínu Philip, svona leys að framan og þarna er hún með að þetta er leys, þá er hún með allan hringinn. Og þetta er Austumannsstepp og jóluleir, ég var ekki búin að spá í það. Þeir eru meira svona djúprauðir heldur, eða það sem ég sé á skjánum á símanum er frekar svona yfirlýst. Hérna eru líka sokkar sem að, þetta er líka hérna Mercury sokkar, þetta er gatt sem ég litaði og það er gylltur þráður í gatninu líka, þannig að það er glitra svo lítið. Og þetta eru sokkar úr sömu dokkunni. Þetta er hérna Saucerból eða eitthvað svo leiðis minni mig. Ég reyndar sko, hef gert 2 svona Saucerból nikla. Já, dóttir minn fekk hinn sokkin, já. Mér finnst það ekki gaman að prjóna úr því gatni. Það er rosalega fallegt en það klofnar alveg eins og, sko, því ég er með svo oddkvossa nálar, eins og hæja sjarp. Það klofnaði alveg eins og ég væri borga fyrir það, sko. Svo er hérna einu svona svolítið brjálæðir. Þetta er úr svona sokkateppi sem ég litaði sjálf með matalitum. Bara svona gaman að prófa. Og hérna hún Mína, margum talaða, hún er ekki að prjóna brauðið tilbaka þegar hún er að gera styttu fyrir hælina, heldur er bara með garðaprjón í þessu. Og það gefur svona pínu skemmtilega áferð og hérna, og er náttúrulega fljótlega að gera hælinn svoleiðis, þannig að stundum ger ég það. Þannig að þetta er svona, þú veist, ég geti farið náttúrulega yfir það alla en það er kannski bara einum of. En þetta er bara ótrúlega gaman að gera þetta úr svona fínu gatni, þannig að maður notar þá dagsdaglega. Þetta er ekki ullasokkar, þetta eru bara hversdagssokkar og það er gaman að stúdera hvað henta manni best. Sumir geta alls ekki nota svona Fish Lips Kiss Heel. Einfaldlega því að þeir eru með háa reist eins og maður minn, þannig að þá gerði Mína nú til dæmis, hún bjóð til aðferð fyrir svona styttu umferðahæla þar sem að það kemur svona auka hækkun í þá, þannig að þeir passa betur yfir ristin á fólki. Ég hef nú svo sem ekkert verið að, ég hef ekki ég hef prófað einu sokk og mér fannst það breytti einhver fyrir mig. En hugsanlega myndi það breyta einhverju fyrir kallið minn, en ég reyndar geri oftast bara þennan gamla góða Halldóru hæl fyrir hann. Þetta er svona, já, og svolítið gaman fyrir mig að taka þetta til og fara yfir þetta sokkadæmi hjá sjálfur mér. Og þetta er alveg frábært námskeið sem þær systur halda á og til hann í Gallerí Snótru að læra að gera bara sokkan í einu. Þær kenna að taka mót af fætinum, teikna upp svona skapalón af fætinum á þér, af því að sumir eru ekkert með, ég er alveg fáránlega heppin, ég get bara fytja upp á 64 lykkjum, prjóna, gert þennan einfalda hæl og prjóna svo framlega sem ég fer ekki eitthvað langt upp á kálvan, bara gert stróf og fellt af. Ég þarf ekki að vera að auka út en ef þú ert með, margir eru með breytt hérna fremst við tærnar og svo mjókkar svakalega inn og þá er vont að vera kannski með 64 lykkjur, en þá sýna þeir þér á þessu skapalónu sem hún gerir
fótinn, hvernig hægt að tækla það og líka bara sama hvernig lagar á löppinu með ofboðslega háa reist eða rosalega langa stóru tá og af því það til alls konar leiðir til þess að leysa það. Það það sem svo skemmtilegt við prjóni yfir höfuð í sambandi við flíkur og sokka og vettlinga og svona. Þú getur sniðið þetta allt eftir því sem að þér hentar og þú veist og eins og með sjölin að finna út hvaða lag þú fílar best og hentar við hitt og þetta tilefni. Og talandi sjöl, ég þarf nú að fara að finna mér eitthvað sjal til þess að prjóna. Nógu til að gafninu og nógu á ég að uppskriftunum. Og það nú eitt sem ég mig langar nú kannski að svona nefna stuttlega inn á Ravelry. Ég fer þangað inn á forsíðuna á hverjum degi ef ég heima og fer inn í dálka þegar maður komin inn í að skoða uppskriftir að þá vel ég að skoða vinsælustu uppskriftir þess dags og það yfirleitt nýjar uppskriftir eftir þekkta hönnuði sem að fara fljótt hátt á listan og þar eru líka fríar uppskriftir. Guð hvað ég hrist ykkur fyrir gefiði. Og það og oft það bara í skamman tíma, bara í sólarhringa nokkra daga eða eitthvað og maður þarf að smetla á uppskriftina og fara inn í hana til þess að skoða það. Sumum tilfellum nóg að bæta henni bara inn í bókasafni hjá sér, en í öðrum tilfellum þarf maður að fara í ferli, það eins og maður sé að kaupa uppskriftina og setja þá inn kóða sem að gera hana frí á endanum og þá fer hún þannig inn í bókasafni hjá þér og ef þú sleppir því stigi, fer bara beint með hann í bókasafnið að þegar hún fer svo í sölu að þá þarft að borga fyrir hana. Þannig að ég lærði það fljótt og það var út af henni sem með podcastið Charmofit og þegar hún var búin að útskýra þetta að maður þurfti að fara inn í uppskriftina og sjá hvernig þú færð hana fría að þá hef ég nýtt mig þá óspart og á alveg ógreinni af uppskriftum sem að ég hef eignast á þennan hátt áður en þær fara að kosta eitthvað inn á Ravelry og þetta svona bara leið sem að hönnuði nota til þess að koma sér á framfæri, komast að þetta greinlega vinsælt hjá prjónurum og heklurum að fara inn á þetta það sem vinsælast þennan sólarhringinn. Nú, ég sem sagt þá bara búin að fara yfir það sem ég ætlaði að fara í dag og í næsta þætti ætla ég að kíkja eins á húfurnar og vettlingarna sem ég hef gert og eins og ég segi sýningu Kamilu og kápuna og kjólinn minn og og núna þegar ég er búin að kveðja ykkur að þá ætla ég að setja inn 3 stutt vídeó sem að ég tók upp í gær af rokkunum mínum og saumavélinni sem mér hefur verið að áskotnast en það var þannig að ég setti inn stöðufærslu á Facebook og var að segja frá því að maður mér væri að smíða rokk fyrir mig og þá mynda saumavélaborðinu og að mér langaði í alvöru rokk og viti menn, nú er 3. Takk fyrir í dag og við sjáumst vonandi eftir viku. Bless, bless. Langaði að sýna ykkur aðeins þar sem ég var að eignast. Þessa 2 rokka, hesputré, halastjarna gólfinu og síðan til þess að svona vinda saman 2 þræði þegar búið að spinna. Nú báðu þessir, og allt þetta dót kemur frá fjölskyldinu minni, gegnum móður fólki mitt, amma mín, langa amma mín átti hennan dökka rokk og hún hét Rannveig Albertsdóttir og var frá Ísafirði. Hinn rokkurinn sem er fyrir aftan, hann er úr Fljótunum þar sem að amma mín Anna og afi Jón voru búsett tíma þegar virkjunin fór þar af stað. Og það
Sárokkur í þokkalegu lagi. Ég er búin að prófa að spinna hann en það er svona, það er búið að smyrja hann með kannski eitthvað skona feiti sem að er búin að gera viðinn svolítið rakan þar sem að það hefur verið sett, þannig að ég hef ekki hugsað mér að nota neitt frekar en bara leyfa honum að vera hérna upp á punt hjá mér. Og brúni rokkurinn sem er frá langum minni, hann er aðeins skemmdur. Sýnir ykkur það. Það er sem sagt þetta stykki sem að þið sjáu hér, það brotnaði af. Og ég ætla að athuga hvort ég geti fengið eitt snilling hérna á Akranesi til þess að renna stykkið fyrir mig, þó það verði nú ekki nema bara til þess að þetta líti vel út. Ég ætla svona að sjá. Mér er alveg ótrúlega vænt að hafa fengið þessa gripi. Og þeir voru upp á háalofti hjá systur mömmu minnar. Og þegar ég var nýbúin að tala um það hérna á fésbókinu minni að mér langaði að eignast rokk, þá var hún að taka til á háaloftinu og fann þessar gersemar. Og svo ætla ég að fara með ykkur inn í prjónaherbergið mitt eða handavinnuherbergið og sýna ykkur þriðja rokkinn. Hér er sem sagt þriðji rokkurinn og hann lítur bara ótrúlega vel út. Hjólið snýst vel og ég var bara að fá hann og var aðeins að þrífa hann og á eftir að prófa að spinna á hann, en ég held að það er alveg eftir að ganga vel. Hann virkar bara mjög fínn og ekkert búið að nota svona skrýtna feiti á hann eins og hinn. Og svo ætla ég með ykkur aftur fram. Og já, þessi líka á fljótunum. Þetta er sérst allt. Kemur allt í gegnum móðurfólkið mitt. Og svo ætla ég að fara aftur með ykkur inn í stofu og sýna ykkur saumavél sem er áskotnaðist. Þetta er sérst saumavél sem ég fekk núna í sumar. Konan á efri hæðinni hjá mér, hún veit alveg að ég er hrifin af svona gömlum munum og þau voru systkinin, hún og hennar systkin að fara í gegnum eitthvað dót eitthvað staðar og þar kom meðal annars þessi saumavél upp og enginn hjá þeim vildi neitt sérstaklega gera neitt við hana, þannig að þau buðu mér hana og ég þáði hana með þökkum. Og þetta er eins og ég sjáu stíginn saumavél og bara mjög vel notuð greinilega og æðisleg og búið að gera og bæta á alls konar og mig langar ekki sérstaklega að fara að pússa hana neitt mikið upp eða neitt svoleiðis, en ég myndi gjarna vilja næra við en svolítið duglega og ætla að ráðfæra mig við systur mínu það sem hefur farið á námskeiðum svona gömul húsgögn, hvernig þessi best að hlúa að þeim. Og meira að segja, ég þurfti að fá lykla hérna lánaði hjá Kristbjörg og í Antikmarkaðnum til þess að geta opna skúfurnar. Og þar leyndust 2 vegabréf frá móður konunnar á loftinu. Og hún hafði verið viðförul, það var allt útstimplað og ég færði þeim það og þeim fannst það æðislegt. Þannig að þetta er svona orðið stofustás hjá mér. Ótrúlega skotin í þessu. Nú langaði að sýna ykkur þetta þó þetta kom ekkert endilega prjónaskapið, en þá kemur þetta saumaskapið og ég sauma líka.